FM 95 Blöð hefur hafið göngu sína þennan föstu daginn og það mikil stemming í húsinu því að við strákarnir eru stattir á Akureyri. Hér beint á móti mér situr Steindi Junior, verður velkominn. Já, takk fyrir það. Það alveg svakalega gott að vera hérna á móti þér og við erum að senda hérna út á kaffi í Akureyri og það minn heimavöllur, við erum á bar. Já, þetta gæti endað illa þegar þú setur tvo blautustu menn landsins inn á bar að senda beint út en við vonum nú við komumst hættulegt í gegnum þetta. Við erum með rosalega þátt fyrir ykkur í dag, það á sínum stað föstudagsslagið með Svessa Bergmann. Við ætlum í stjórnun, ég ætla að henda þér í stjórnun hérna eftir. Já, fíla. Við ætlum að setja líka Steindan í Hongefjörð Horni. Matti mætir hérna viðtal, strákarnir úr KR eru í einhverjari ferð hérna á Akureyri líka og þeir ætla að koma hérna, það einhver busavíksla hjá þeim. Þannig getur þetta að vera leiðileg við ykkur 2 busa þar. Við ætlum að fara í sannleikan á kontor. Já, það nýtt hjá okkur Steinda, við ætlum að fara í sannleikan eða kontor. Ég stressaði fyrir því, viðurkenna. Já, ég hef ekki farið í sannleikan eða kontor svona, hvað ætlum að hafa verið gamall síðast? Ég veit ekki, er þetta ekki bara svona náttfótapartí og 14 eða eitthvað? Jó, 14 ára, maður myndi skýta á sig, maður myndi segja 17 ára sko. Já, ég veit það, ég passa það á sig. Já, maður var ekki með bílpróf í þessu? Nei, þetta var svona að fara í ABC daginn og svo sannleikan á kontor kvöldi. Já, vildu fara í ABC líka? Nei. Kiskist þið út af vildu nú kaffi Akureyri, við erum bara 2 hérna hlaupum staðinn. Nei, við látum sannleikan á kontor duga og svo erum við líka með, já, skemmtilega nýjan dagskrárlið sem við Steindi vorum að semja hérna daginn og það... Sömdum hann í flugvél. Já, sömdum hann í vélina og leiðninga og það legar á horni. Þá ætlum við Steindi hérna eftir, við ætlum að spjalla saman í 2,5 mínútu og ekkert sem við segjum með satt. Þannig að það geti orðið ákveðvert og skemmtilegt og svo á kantinum erum við með 2 góðkunningja þáttarins. Chubby Little Swessman, Swessman situr hérna með okkur og hann verður með föstudagslægið eftir og einn besti rappari landsins Bender hérna með okkur líka. Þannig að það verður mikil stemming frá Kaffi Akureyri og sko ef það eitthvað fólk á Akureyri að hlusta núna sem ég ætla rétt að vona, þá allir á leiðin í partíi í kvöld. Ok, það bara þannig. Sko, mér finnst Akureyri vera svona city of joy. Þegar ég kem hingað, ég á enga slæma minningu frá Akureyri. Nei, ekki heldur. Og ég er á stuttermaskirtu. Það bara fallegt veður. Já. Menn eru með nett vor í punktnum. Já, mér finnst það einhvern veginn svona gæla við Akureyri, það eins og sé alltaf gott veður hérna og vor í pung. Ég veit það. Hefur þið tekið eftir því? Já. Það er líka mjög gaman að segja frá því að Sveppi misti með sveindóminn hérna á Akureyri. Ég var einmitt að reyna að sjá píuna sem hann svaf hjá hérna, ég sá hana hvergi, hún oftast með hvítan staf og hund, en ég hef ekki og hún er ógeðsleg. Ekki orðið var við hana. En það verður gríðarleg stemming hérna hjá okkur í dag eins og áður hefur komið fram og hvað, svona hvernig feeling ertu í Steindi? Er vorið dott í því þegar þú kemur svona? Já, ég er í mjög góða feeling. Ég er svona mér finnst dálítið eins og ég sé út í útlandum. Já, ég var að hugsa á hann, þú erum að rölda hérna niður göngugötuna. Það er svona eins og ég sé með köpinn bara. Já, algjörlega, mér líður þannig og ég er í miklu feeling og ég held að þetta verði sennilega besti útastáttur sem hefur verið sendur út frá Akureyri ever. Þetta er svona gamli draumurinn, mannst ekki maður var að hlusta á þess að stráka hérna Þröst 3000 og fleiri, þeir voru í beinni frá Akureyri eða Stykkishólmi og maður hugsaði með sér vá hvað ég væri til að sitja núna í beinni eins og þeir. Hvað var það Þröst 3000? Er hann farin í Nóa Sirius eða? Ég bara, nei. Var hann ekki að vinna þar? Nei, ég er hann ekki á eitthvað, hann er alltaf eitthvað DJ að stóða með útastætti og Þrösturinn. Tráðfulla mununa kúlusúk með alveg glæður. Hann er fljúandi Reykjavík einhvers staðar. Það er nokkuð ljóst en herðu, eigum við ekki bara að byrja þetta á alvöru partylagi, lag sem að kemur mér alltaf í gírinn og ég er ekki búinn að spila þetta lengi, en þetta er lag sem ég spilaði á hverjum einasta degi, svona fyrstu 2 mánuðina. Þetta kom með stemningu fyrir lag, er það núna? Já, það er núna. Þetta er svo flott lag, ég vona að þetta hefði komið öllum í gírinn eins og okkur Steinda hérna á Akureyri. Þið eru að hlusta á FM 95 Blöð á FM 957. Ötti og Steindi Junior með ykkur til 6 í dag. Það er ekki út stættur á Söðakróki, þá ertu að hlusta á FM 951. Já, ég var einmitt að hugsa um daginn, ég þarf að fara að gera trailer fyrir Söðakrók. Þú veist það því að maður segir alltaf, já þú ert að hlusta á FM 957 en tíðnin þar er 951. Búin að svíkja nógu mikið lit. Fluttur á Nesið, komin þátt hérna í Reykjavík. Já, væri gaman. Þú ert að hlusta á FM 951 á Söðakróki. 1. Já, þetta er alveg máli. Já, þetta var fyrir þá sem er á rundunum á Söðakróki en eins og alltaf á þessum tíma dags að þá er komið að slúður pakka dagsins og það vil svo skemmtilega til að slúðri hjá okkur Junior í dag þetta er allt Íslendingar. Já. Ég er oftast að segja fréttir og það er líka fínt aðeins að hristu upp í þessu, það er öllum drullu sama hvort að Kim Kardashian hafi verið að kaupa eitthvað kjól á systir sína eða hvort að, sko mólarnir sem við erum með í dag eru misgóðir en þeir eiga það allir sammeilegt að þeir eru að öllu líkindum sannir. Já, þetta er bara eins og ég segir, alvöru slúður, en sko slúður er samt, skiluru, ekkert endilega heilagur sannleikur. Nei. Þess vegna kallast það slúður, þetta er ekki staðreind.
Ef það eru fleiri en svona 5 sem eru að tala um það, þá trúi ég alltaf. Já, ég líka. Það alveg óþolandi þegar maður fær svona 3 að segja sama. Það miklu skemmtilega að trúi sem það Finnst þið það? Já. Ekki ef það þig. Nei. Nei, þá breytist það. Það trúi því enginn. Nei, herðu, við ætlum að fara þetta í slúðri og fyrsta slúðri af Helga Seljan. Ok. En slúður heimar F9 fyrir blöð segja með það, hann sé komin á nýjan bíl og hafa verið að fá sér Toyota Aygo. Já. Þetta eru skemmtilega fréttir af Helga. Þetta sparneytinn og lítill bíll. Ég ætlaði að fara að segja, ég vildi ekki satt það saman með bílinn. Þetta ömurlegur bíll. Veistu það? Það ekki? Já, þetta er svona lítill bíll en skemmtilegt að sjá svona virtan fréttamann vera að keyra á Aygo. Sko, bílarnir sem ég hef átt í gegnum tíðina er að þegar ég byrjaði þá var ég á Lötu Sport. Já. Fóð svo yfir í Ford Escort 85 sem gaf sig, stýrisendi gaf sig í göngunum og Ford Escort 85. Já, hvað varstu gamall þegar þú varst á þeim bíl eða? Fekk hann á 30 skatt, ætli það ekki verið svona kannski 20. 30.000, ok. Já, fekk hann þetta bara. Það er bargain. Já, enda eðilegast hann í göngunum, það var bara vesen að koma út. Já, ok. En síðan átti ég einhvern skítabíl, ég fer ekki út í það og svo Toyota Corolla 2005 sem ég ekki á núna. Já, og hann á vegstæði því að þú ert svo stressaður að það ríkur úr dekkjónum. Ég hef aldrei vitað mann, svona áður fyrir mig næsta slúður, þá verð ég nú að segja hlustendur frá því að besta skemmtiatriði helgarinnar var staðfest þegar við tókum á loft í flugvélina á hann. Ég hef aldrei séð flughrættari mann heldur en Steindar Junior. Þú lofa að tala ekki um þetta. Þetta er alveg auðvitað, hvað líður þér vel í flugvél? Já, sko, þó að hann hefði hrist, ég vildi, þetta er í fyrsta sinn sem ég siti í flugvél og ég vill meiri hristing. Af því að skemmtiatriði var það gott, ég vildi sjá þig grenja. Þú varst orðið lítið, hefur verið þunnur, þá eru farið að gráta. Það er staðfest. Þú varst svona lítið líður og, er þetta eðlilegt? Er þetta eðlilegt? Þetta er flugtak. Ef það bankar ykkur á hurðarheimilið í þunnur, þá fyrir ég að væla, sko. Ég fæ SMS líðum rilla. En sko, það kemur mér samt ekki droslega óvart að þú skulle vera flugtrættur af því að þú ert hrættur við allt. Þú ert hrættur við að kertin séu í gangi heima hjá þér og... Ég hrækja hún í kertin, áður verið svona. Nei, ekki alveg, en ég fer, ég hver þessum djöful að draga og ég og hræðslan er þinn djöful. Já, ég er eldhrættur líka. Já, ok. Svakar eldhrættur. Það ætlar þú að fara í næsta slúrið? Já, Jón Jónsson, stórsöngvari. Já. Og er indall piltur með meiru, en hann er byrjar að drekka. Já, það segja slúðufréttir F9. Það segja slúðufréttir, já. Það var alltaf svolítið svona Ómar Ragnarsson, hann hefur aldrei drukkið og svona, maður hélt að Jón Jónsson væri að fara að feta í hans fótspor, en nei, hann datt í það og hann datt í það á spot. Já. Á Vestfirðingaballi. Já, ef þú ætla nú, ég hef hugsað með mér, ef maður ætlaði nú einhvern tímann að falla, þá væri það þá ekki spott og Vestfirðingaball svona rétti staðurinn. Ég veit það. Allt vitlaust, geðveik stemming. Geta hann ekki alveg bara sippa í svo blástein í Árbænum. En allavega, En hvaðan koma heimildunar að Jón Jónsson sé byrjar að drekka? Sko, félaga míns, sá hann með glært glas með sítróni sem er mjög einkennilegt ef þetta er vatn. Já, hann hefur verið í gin og tónik. Hann var í gin og tónik og það var, hann lyktaði eins og spritbúrsi. Já, það er samt, ég meina, hann er komin á aldur og við bara óskum honum allsins besta. Já, við gerum það. Vonandi að fara ekki all in. Algjörlega. Herðu, það er komið að síðasta slúðupakk dagsins og þar á honum Sigga Hall, en hann var víst að fá sér gullfisk og óskuðu honum til hamingju með það. Bæði í að gullfisknum og fjölskyldu heilsast vel og eina sem að Siggi, hann er í smá baráttu núna við börnin sinn hvað gullfiskurinn á að heita. Já, og það eru 2 nöfn sem kom til greina, það er leggings og nings. Já, leggings og nings, þannig að... Eftir veitingastar og nings. Já, en af hverju leggings? Ég veit það ekki, sennilega það ætli það sé ekki konarnas. Já, konarnas hefur verið að berjast fyrir því. Gæti verið, ég náttúrulega hef átt gullfisk. Við notum gullfisk í tökum á Steindarum okkar séri 2 og það átti bara að drepa fiskinn. Já, ok. Ég gat það ekki, ég tók hann heim og það var allt vitlaust með og hann þarf að fóðra þetta daglega og þetta er bara vesen. Já. Hann heit Wayne Rooney. Já, fallegt nafn. Ánægður með það. Já, það var reyndar kalt henni sko, ég er harður gullmaður. Já, en við Hann er Ég get ekki átt gullfisk, ég myndi aldrei reyna það. Nei, hver ennir því? Nei, til hvers? Siggi Halli klikkaður. Siggi, þetta er ekta Siggi Hall. Já. Horfa á fiskinn bara sigla í ringi. Og svo er að seinast það er Friðrik 2000 komin í bíf við Frikka Dór. Ok. 2 Frikkar. Friðrik 2000, hann var langt sinni að sá hann. Já. Hann var í Liggi Egils orkuölsingunum. Já, var með þeim Jón Gnarr og þeim í sýningunni sínum tíma. Já, alltaf með afró og hann er einn af þessum svona týndu. Hann er svona týndur seleb. Já, hann kemist í svona hvar eru þið nú? Já, og þetta gæti verið svolítið svona hans leið að komast aftur svona inn, ég veit það ekki. Með því að fara í bíf. Já, með því að fara í bíf. En eins og ég segi, þá er Ísland ekki nógu stórt fyrir 2 Frikka og það verður spennandi að sjá hvað gerist. Þetta var slúðurpakki dagsins. Það er forvitnilegt að vita hvað Frikki, Siggi Hall mun skýra gullfiskinn sinn og sko við lentum reyndar einu sinni í þvílíku veseni með gullfisk líka ég og Sveppi. Sveppi gerði einu sinni tilraun, ég á ekki verið að rifja þetta upp. Til þess að gleypa hann eða? Já, hann gleypti hann.
og það var allt bilað. Hann hélt hann á niður, eða? Já, það var actually til fólk sem ætlaði að hengja okkur. Ég held að það var ekki hægt. Þetta eru 10 ár síðan. Já, ég held að, ég var þetta í 70 mínútum með það. Ég held að það var ekki hægt að gleypa gullið sko og halda hann niðri. Nei. Ég held að hann kem alltaf upp. Það var tilraun. Þetta var slúðurpakki dagsins. Hér rétt handað við hornið er föstudagslagið Matti Matt, sannleikurinn eða Kontor. Svo ætlum við líka að ljúga í 2,5 mínútu og fleira, þannig að það er þvílíkt partí í gangi. Svo ætlum ég að henda þér í stjórnustindi, þú veist það. Fíla. Ég held að Jón Jónsson hafi verið ofbeldis. Hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Við strákarnir stattir á Akureyri í miklum fíling, svona nánar tiltekið á Kaffi Akureyri og erum að horfa hérna yfir mannlífið, það blómstrar. Já. Ég hef aldrei séð mikið að gera á einni leigubílastöð. Nei. Sem dæmið, þannig að fólk er greinilega komið í glas hérna svona hvað er hún, 20 mínútur yfir 4 á Akureyri. Já, það er bara eðlilegt hér. Já, sérðu þennan, þetta bílstjóri, hann er bara eins og hann sé drukkinn. Hann er drukkinn. Það vona sig ekki að fara að keyra bílinn, en það er mikil stemming hérna hjá okkur strákunum og verður í allan dag. Matti er hérna á leiðinni til okkar í spjall. Chubby Little Swessman er með föstudagslagið. Við ætlum að henda Steinda Junior í stjórnun eftir smástund. Og liðurinn sem ég hlakka mest til, Sannleikurinn Kontor. Já, svo ætlum við í Sannleikurinn Kontor sem er eitthvað sem við hefum ekki gert lengi eða síðan við vorum 20. Nei, svona 14 ára kannski, meira. En það er eins og að komið að topp 10 must að gera á Akureyri. Nú erum við stattir hérna á Akureyri og þessi bær, eins og við rættum á hann. Þetta er eitthvað svona, það er eitthvað happy go lucky við hennar bæ, eða svona happy go joy eitthvað. Og hér er alltaf stemming að vera og við ætlum núna að segja svona hlustundum ef þið eru að hugsa að fara eitthvað í sumar, eitthvað skemmtilegt og ætlið að kíkja til Akureyrar. Þá ætlum við svona telja upp fyrir ykkur núna 10 hluti sem verðið að gera þegar þið komið til Akureyrar. Ok, þetta er svona City of Joy, hérna syngja blómin. Já. Það er bara þannig. Hérna ertu með vor í pung. Vilt að ég byrja þetta? Já, mátt byrja þetta. Þetta er ekkert eitthvað í 10. sæti, þetta er bara topp 10 og það er allt jafn gott. Já, það er allt jafn gott inn á listunum, þannig er Akureyri, það er allir jafnir. Já, algjörlega, en fyrsta sem ég ætla að fara hérna yfir, það er að fara í sund. Já. Og hérna paradís, já, það er rennibraut hérna í lauginni og hérna gufubæði er vinsælt og þetta er æðisleg laug. Og klefarnir eru hreinir. Já, þeir eru hreinir og það er 40 gráða pottur og það er í sund. Já, fara í sund og Akureyri er stórkostleg skemmtun og við hvetjum allar til að tekka á því. Svo er hérna eitt klassíst og það er að hlaupa upp tröppurnar. Já. Það er eitthvað sem allir verða að gera þegar við komum til Akureyrar og mér finnst eiginlega bara pínu skrítið að Akureyrarbær skuli ekki rukka fyrir það, þetta er frítt. Auðvitað á að vera einhver svona tollur þarna, eitthvað skil bara, þú er svona eins og stöðumælir, þú borgar í og þú opnar svona lítið. Þó sé ekki, þú veist, spáðu hvað myndi græða á þess að þó er ekki nema bara 200 kall. 200 kall á mann og þá máttu hlaupa upp tröppurnar. Ég man alltaf eftir því að mín svona uppáhaldsminning hérna er þegar ég hljóp upp tröppurnar og ég taldi þess. Já, það er einmitt að gera hvetja hlustunum til þess ef þið ætla að hlaupa upp tröppurnar að telja þér. Ég á að mér slæma minningu þegar ég hljóp upp tröppurnar eins og niður. Það var á Vestunum með helgi og ég var 19 ára. Og það var svona eiginlega rann að mér og ég hálfgubbaði þegar ég var komin upp. Það var svona, þetta var aðeins erfiðar en ég hélt þegar ég var komin í glas. Já, en svo er líka hægt að fara ætti náttúrulega klárlega að vera eitthvað svona lifta upp og þú getur fengið að lappa niður. Já. Það er líka partur af þess að lappa niður og bara svona njóta útsýnis og þú getur talið á leiðinni niður. Akureyrarbær á að leika sér næst meira með þessar tröppur. Ekki spurning. Já. Herru, hvað er næst? Fara í bíó. Já. Og hérna það er alltaf mjög góða myndir í bíó hérna. Það eru svona, eins og ég var að lappa núna fram í það að vera að sína Madagaskar 3 og fleiri myndir og það er, það er bíó, það er flottur salur, poppið er brakandi gott. Já. Og hérna... Það er að velja hellinga af góstegundum. Já. Mjög skemmtilegt. Og þú getur fengið rostapopp og þú getur fengið sódavatn í vél. Það er svolítið svona mikilvægt, finnst mér. Fleiri hluti sem þú verður að gera og kemur til Akureyrar, það er að fara í gullnámuna hérna á Akureyri. Því að hér eru kassarnir heitir og... Funheitir. Já, funheitir og ég er ekki bara að segja þetta, kassarnir í gullnámuna á Akureyri, þeir eru að gefa. Þetta er fyrir svona, þessi kassar eru fyrir menn sem eru að fara setja 10 undir og 1. Já. Það er í mjónakróka, gullkistuna og þeir ætla að fara að græða. Akkurat. Þetta er ekki svona, ef þú ætlar að fara að setja klink, svona að þú ferði í sjoppu og kaupir eitthvað og setur klink í kassan. Nei, þá gefur hann ekki. Það er auðmikilegt. Akkurat. Hérna ertu að setja, hérna setur þú ragnheiði í kassan, setur stóra seðil í og setur 10 undir 1. Akkurat. Hvað er fleira að Steindi? Hvað átt að gera þú kemur til Akureyrar? Já, margt að gera. Það er náttúrulega sightseeing sjálfan. Já, taka sightseeing sjálfan. Það er náttúrulega merkilegt. Þetta er nýjung hérna á Akureyri og þá er þess að það er tekið á móti þér. Hérna er svolítið svona hólum hæð, það er blöðru og hérna... Það er gæt, það er túrgæt. Og hérna fær svona bækling og svona, þetta er skemmtilegt. Þetta er svolítið eins og að fara á vaxmyndasafn og svona. Þeir eru nýbyrjað með þetta, þannig að að gera að tjekka þessu sightseeing. Já, það er bara að fara með þér hringinn. Þú veist, þú fer niður og fara að sjá hvað hljómsveitin hvíla sig á milli, svona í hlénu. Já, ég kíkti þarna á, þeir sýndu mér hvað Skítamórall, hvar hann dó á sínu tíma, einhverjum áfengistöðum. Þeir eru búin að merkja svona svitadropasvæði. Já. Þú veist, þannig að þegar mennirnir koma og þeir svitna og svona, það er búin að merkja hérna 1. ágúst og eitthvað svona. Mér finnst líka ógeðslega gaman að sjá
skóinn hans Helga Björns. Það hellingur þarna sem að gera að fara að sjá. Sightseeing í Sjálfánum, ekki spurning. Okay. Svo eitt sem að fólk verður að gera ef það kemur til Akureyrar og það að fá gluggasæti í bautunum, eða á bautunum. Bautin veitingastaður, fá að sitja þar hann inn í glerherberginu og fylgjast með mannlífinu stórkostlegt. Þú getur pantað allt frá salat upp í burger og bara sitja við gluggan og hafa það kósí. Það er svona... Fylgjast með mannlífinu bara. Já, þetta er stórkostlegt. Þetta er alveg æðislegt. Það er náttúrulega hellingur viðbót. Hvað eru komin í? 5 eða 6? Nei, við erum komin í... Það eru 2 eftir hérna sem finnst mér. Ok, 2 eftir. Það er náttúrulega klappa hundi. Já. Þetta er náttúrulega... Þetta er gæludýrabær. Mikið gæludýrabær. Ég held að séu sko stærsta prósenta á Íslandi hérna, af hundum hérna. Já. Og þetta er svona skemmtilegir hundar. Þetta er ekki svona... Þetta eru púðlur og hérna svona litlir terrier sko, fox terrier. Þetta er ekki svona venjulegir svona, þetta eru svona skemmtilegir hundar og það er gaman að klappa en þeir hérna eru ljúfir. Já, og í síðasta 10. hluturinn sem átt að gera og kemur til Akureyrar, það er að setjast á bekk. Það er hellingur að gullsitt bekkjum hérna og þú ætlar að hvíla þig eða eitthvað aðeins að slappa af. Þetta er kannski svolítið skilt bautanum, en þetta er samt annað því að hérna þar fær að njóta, sem sagt, það er alltaf sólina. Veðurblíðan. Já, veðurblíðan. Já, hún kemur svo sterk inn þetta. Að gera skemmtilegast til Akureyrar og ef það eru einhverjir akureyringar að hlusta, þá er FM 957 partí hérna á Kaffi Akureyri í kvöld. Það er Burn Party, Steindi Junior og Bent að spila, Matti Matt og Heiðar Austmann að DJ. Þannig að nóg að vera, við ætlum að fara í örstutt skilaboð og komum svo að vörmuspori með hellinga stóðandi ykkur. Félagarnir, alla laugardaga milli 10 og 1 á FM 957. Pétur á FM 957. Rétt spjall, eðlilegar og furðulegar fréttir, 10 mínútna yfirtakan og að sjálfsögður topp tónlist. Pétur, alla virka daga milli 10 og 1 í boði Taco Bell. Quesadilla með kjúklingabringu eða nautasteik á aðeins 699 krónur. Núna á Taco Bell. Bjóðum vörur á mögnuðu tilboðsverði í mars. 10-11, alltaf opið. Tvöfaldaðu ánæguna með Duo Bucket á KFC. 2 kjúklingafritar, 2 skammtar af frönskum, 4 hot wings, 2 Singer strips, 2 skammtar af heitri sósu, 4 hot sósur og barbecue dip sósa. Vel útilátin máltíð fyrir 2 á aðeins 1990. Rendu við á KFC Sundagörðum á leiðinni heim. KFC, svo gott. Það vakna allir í góðu skapi á páskadag. Þar sem góðu eggin leynast. Verði þér að góðu. Og nú er komið nýtt og girnilegt hraunegg. Þeir sem vilja gleðja fermingarbörnin fá bækur og föt, raftæki, íþróttavörur og bókstaflega endalaust af öllu í Kringlunni. Gjafakortið okkar er líka frábær gjöf. Kringlun. Endalaust úrval. 10 ára gamalt verð á eldsmiðinni út mars. Taktu með eða borðað á staðnum sími 562 38 38. Eldsmiðjan. Dílar.is í dag. Mánuður í fjárþjálfun hjá Kojak.is á aðeins 4.500 í stað 9.500. Dílar.is fyrir þá sem vilja meira fjör. Láttu fermingargjöfina taka vaxtarkipp hjá okkur. Fermingabarnið fær 5.000 króna mótframlag þegar 30.000 krónur eða meira eru lagðar inn á framtíðarreikning í Arion banka. Arion banki. FM 95 Blö er í boði. Nýtt hjá Kredia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredia. Lakkeról, slættir úr rullunum. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. I know my kingdom awaits and they've forgiven my mistakes. I'm coming home. Í beinni
beinni útsendingu frá Akureyri, Kaffi Akureyri, Öddi og Steindi með ykkur til 6 í dag. Við eigum von á hellingagestum. Matti er á leiðinni, Chubby Little Swessman með föstudagsslagið. Hann kominn norður til þess að syngja og spila hérna fyrir okkur. Bent hérna á kantinum og dettur inn. Svo fótboltaliðið KR, þeir eru í einhverjari ferð hérna líka. Hvað eru þeir að gera hérna? Ég held að það sé bara eitthvað að vera svona þrýsta hópnum saman, ég veit það ekki. Bara pepp? Já, bara peppa liðið og þannig að það nóg að vera hjá okkur strákunum. Við ætlum líka að fara hérna í sannleikana Komptor eftir smástund ásamt því að fara í nýjan lið sem við köllum Legahorni. Og þá ræðum við saman í 2,5 mínútu? 2,5 mínútu og það má ekki segja eitt stakt orð sem sagt. Nei, allt sem við segjum lygi. Já. En hvernig nú ert þú ekki á norðan eins og ég? Nei. Hefurðu komið, hvað heldur þú að komið oft til Akureyrar? Ég myndi segja að ég hef komið yngar svona 6 sinnum, ekkert mikið oftar, 6-7 sinnum kannski. Ertu byrjað að koma meira en eftir þú gerðist popstjarna og rockstjarna og celebrity? Eftir að fólk byrjaði að dyrka lögin og byrjaði að panta þið út á land? Nei. Ég djúvel þetta óþægilegt. Maður hefur kannski komið svona 6-7 sinnum bara. Já, en mikið að spila þetta ekki? Nú það að spila í kvöld, þú og Bent. Jó, við höfum verið að skemmta áður og það var ógeðslega gaman. Þannig að ég er að búast við miklu fjöri á Kaffi Akureyri í kvöld. En nú varst að segja mér vélinn áðan að það væri svo fyndið eftir að þú varst að celebrity hvað mikið hringt í þú og beðið að koma og syngja og tralla. Hefur ekki gaman að þessu? Nei, ég var ekki að segja það, veit ég. En ég hef gaman að þessu, jú, það er rétt fyrir. Já. Og hvenær byrjaði að spila í kvöld? Það er enda svo mikið að vera í kvöld. Það er frá fólk sem var að fá nýja korti frá Arion banka. Þeir verða mættir klukkan 10, veit ég. Okay. Þannig að gleðin byrjar bara 10 og svo opnar fyrir almenningum 11 eða 12. Þetta er svolítið early mæting í kvöld. Já. Enda líka Akureyri þannig sem ég fíla við bæði eins og þú ert á Sauðárkróki. Ef þú fara að djamma á Sauðárkróki, þá bara lokar öllu klukkan 3. Já. Þannig að þú ert ekki eins og vampíra niður í bæ að leita þér að leigubíl klukkan 5:30 slefandi og að hitta fólk sem er í annarlegu ástandi. Já. Ég er hræddur við fólk sem er annarlega ástandi. Já, það er ég líka. Ég er stundum, ef ég hitt einhvern niður í bæ sem er of hress klukkan 6 á morgunin, þá verð ég hræddur. Já. Og verð bara lítill í mér. Já. En ætlum við ekki að enda þér í stjórnun? Herru, ég til í það. Ertu til í það? Já, og ég er logandi hræddur við það líka. Já, ég veit nefnilega, það er eitt staður hérna sem við komum inn á áðan í top 10 listunum. Ok. Og það er staður hérna sem ég langar að láta það fara inn á. Því ég veit að inn á þessum stað er ekki verið að hlusta á FM 95 Blö og við setjum Bluetooth og ég ætla að stjórna þér inn á þessum stað. Þetta er skemmtilegt, þetta heitir Gullnamann. Skulum fá eitt lag. Aðeins skáraði það. Nei, það verður 4. Eitt lag og svo hendum við Steinda í stjórnun. Ég verður stungið þar. Þú er ekkert stungið, hvað er ekki lagi með þig? Stungið verður að koma að vinna og verður smá grínu.
La Vida, Coldplay í FM 95 Blöð. Við erum staddir hérna á Akureyri eins og margoft hefur komið fram. Það var vantarlega ekkert að kynna það mikið oftar en ég vona að tæknin sé ekki að stríða okkur. Við erum að reyna að fara í stjórnun. Steindi Junior, heyrur í mér? Vel í þér hátt og skýrt, en þú í mér? Ég heyri vel í þér. Herru, þú ert komin út í blíðuna hérna á Akureyri. Já, ég er að lappa hérna fram hjá sólbaðstofunni hérna. Já, herru, við getum leikið okkur aðeins með hana. Það er sem sagt kæra hlustandi, það er komið að smá stjórnun hérna á Akureyri. Sérðu gullnáminn hann einhvers staðar? Ég er að blanda kýrið við heimamennina, herru, ég er fyrir utan gullnámina. Ok, þá vill ég núna. Ég veit ekki alveg, mér líst ekki vel á þetta. Næ, Steindi, hættu, það er ekki svo sett í Hvíta-Rússlandi, verð ekki að þessu vælið maður. Hérna, sko, þú þarf... Já, en þú mátt ekki vera að tala við mig þegar þú ert komið þar inn, þú kannt reglu, sko. Hvar fær maður í gullnámina? Hæ? Ertu á það? Já, ég er það. Já? Ertu ekki búin að sjá gullnámina það? Jú, ég er komin inn, svo veit ég það. Ok, herru, segðu við hann bara, herru, hvaða kass er að gefa mest? Er ekki einhver afgreið þarna? Spurðu, er ekki einhver afgreið þarna? Nei, það eru hérna tveir að spila. Tveir að spila? Já, hvað kassi er að gefa mest hérna? Engin. Engin, það er alltaf sama sagan. Það er alltaf sama sagan bara. Já. Byrja að banka svona í kassan í áni sem hún er að spila og segja, þessi lítur hún að fara að gefa, ég finn það. Þessi lítur að fara að gefa, ég finn það bara. Ég var að auka leik. Fast að auka leik. Ég er léleg. Er hún að tala íslensku eða? Já. Já. Ég heyri svo í tíðinni. Spila bara hérna, spila bara 60 krónum. Spurðu hvort þú megi velja línu, segðu þú sétt fáránlega heppinn þegar kemur að því að spila þessa kassa. Herru, ég er alveg fáránlega heppinn þegar kemur að þessum kössum að ég velja fyrir línu það. Það er alltaf línuna í sambandi. Hún er með alla línunar undir. Það er, já, hún... Þú ert með alla línunar undir. Já. Segðu frændi minn, hann vann einu svona 5.000 skall í svona kassa, sverða það. Herru, frændi minn, hann vann einu svona 5.000 skall í svona kassa. Ég sverða það. Vannstu milljónir? 4 milljónir? Ég flytti götti og setjum við hérna, ég gæti talsungur. Já, 30 milljónir. Það segðu, en frændi minn á ennþá 5.000 skallin. Frændi minn, hann á ennþá hana 5.000 skall, sama 5.000 skall. Það er bara að kæta þig. Herru, byrja að sleikja spilakassan? Það er ekki bara eitthvað síkla og vesen þetta. Síkla? Nei, það. Það er ekkert síklar og vesen. Byrja bara að sleikja kassan og segðu, heldur að þetta sé happa? Heldur þetta sé ekki happa hérna? Smart lef. Smart lef? Herru, ok, Steindi, farðu bara út. Ég heyri svo illa í henni. Herru, segðu bara gangi ykkur vel. Herru, gangi ykkur vel. Á ég ekki að setja eitt krumpaðan hérna Jón Sigurs í kassan og... Setja eitt krumpaðan Jón Sigurðsson, jú, sett hann í. Ertu með peninga? Já, ég er bara að grína sig, ég þarf að fá þetta til baka. Þau maður sjá, ég er búinn að setja hann í. Ok, og byrja núna að syngja fyrir þannig að fólki heyri. Settu 500 kallin í, veldu alla línur og byrja að syngja mjög hátt. Það er jam í kvöld og það er jam á morgun og... Ég kemur ekki geta það. Gerðu það víst, þetta er stjórnun, þú þekkir reglur. Ég er bara að lína á þetta hérna að lestum. Byrja að syngja. Það er jam í kvöld og það er jam á morgun. Herra. Og ekki á morgun. Herra. Steindi, syngdu herra. Takk þetta og syngdu herra. Það er jam í kvöld og það er jam á morgun. Það er ekki. Og ekki á morgun. Ekki hægt, ha? Og ekki á morgun, heldur hinn á. Það er fyrir ekki. Var það sagt að þegja? Já. Kallaði þá, hvað er stemmingin hérna? Það er ekki stemming. Nei, hún er engin. Nei, byrja að syngja fyrir gaurinn sem sagði þér að þegja, byrja að syngja fyrir hann. Mér finnst þú alveg geðveikt fýtt gaur. Byrja að syngja. Mér finnst þú alveg geðveikt fýtt gaur. Mér finnst þú alveg... Það fyrir ekki. Hann er að fara að ganga hérna, hann er að fara að ráðast á með því maður. Farðu út. Blóðuðu gipsi, sko. Segðu, það er komið tíma á kæðja þetta partí. Það er komið tíma á kæðja, en ég er bara farin.
Það er later. Það er búið að loka á mig, starfsmaður kom, þetta ekki hægt, sko. Það er búið að henda þér út? Já, mér var bara hent út. Já, ok, þú stóðst það samt þér. En okkur finnst þér óþægilegt að syngja lögin for the fans? Þetta var alveg óþægilegt að þetta er fólk að hlusta og þetta er óþægilegt að syngja lögin. Hvað ertu í fellibili? Heyri mjög illa þér? Já, ég setti 10 undir á eina línu. Já. Og en eins og segi, þetta var samt virkilega flottur spilakassi. Já. Ég var í. Já. Þannig að þetta var bara fín fjárfesting, hvað sem er. Það varst að styrkja gott málefni? Já, ég var að styrkja gott málefni og ég mæli með því að fólk fái sér álanundur eins og ekki kassan. Endum með þetta sólbástofunni, hoppa hans inn í hana, snöggur, hlöftu hanga inn. Er hún ekki hérna rétt hjá? Jú, ég var alltaf upp í burtu undan, ég fannst þess að það var eitthvað að elta mig. Kottu, farð á 1.000.000 inn á sólbástofunni, við ætlum enda þetta bara á svona smá flippi. Ég skýt þetta, já. Já, hlöftu inn á hana. Ok. Og leiðu og kemur inn, byrjaðu að syngja ógeðslega hátt að jammi í kvöld. Ég getur... Hlöftu inn á hana bara, það er jammi í kvöld og það er jamma á morgun. Já, ég er... Ertu komið þangað? Ég rætti þetta. Ég horfði fram að ég var einn stelpa svo og ég horfði fram að ég gerði þetta ekki. Ekkert mál, komdu upp í hús, Chubby Little Swessmen er mættur og við erum að fara í föstudagsslagi. Drullar upp yfir. Þetta var Steindi Junior í stjórnun en við erum að fara núna í föstudagsslagi með Chubby Little Swessmen. Við ætlum að fá örstuð skilaboð og svo sest þessi mikli snillingur hérna hjá okkur. Upp í hús, Steindi. Ekki komin tíma á eitt ferskan og góðan línubát. Hlölabáta. B5, við seljum gull. B5 Bankastræti. Fáðu meira fjör í tilveruna. Eplabitar gefa þér geggjaðan kraft. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind. Glænýr gómsætur matseðill. Red Chili, Laugavegi 176, sími 562 6000. Fyrsti vinningur í geturunum komin yfir 120 milljónir. 1x2 við tippum. Íþrótta- og útivistara outlet í Miðhrauni 2 Garðabæ. Síðustu dagar, líkur á sunnudag, allt á að seljast. Íþróttavörur frá Intersport aðeins 5 verð, 1 til 5.000 krónur. Allar vörur frá Sintamani, Asics og Kassal með 60% afslætti. Komdu í Íþrótta- og útivistara outlet í Miðhrauni 2 Garðabæ og gerðu frábær kaup. Ódýr hátíðamatur í Krónunni. Krónu hamborgarhryggur á aðeins 994 krónur kílóið. Krónan fyrst og fremst ódýr. Heilsaðu vorinu hjólandi. Reiðhjól, hjálmar, hjólalásar, hjólatöskur, bíkó, búðu betur, borgaðu minna. Bátur mánaðarins á Nonnabita skinkubátur. Nonnabiti, best fyrir svanga. FM 95 Blö í boði. Lakkeró, ekki fyrir fótboltastráka. Nýtt hjá Kredja. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredja, láttu það eftir þér. FM 95 Blö á FM 95. 957 í beinni útsendingu frá Akureyri, Öddi, Steindi Junior og núna Chubby Little Swessmen, Swess to Mouth, Sverrir Bergman Magnússon mættur. Já, hvernig ertu Svessi? Ég góður. Það heyrist í líður. En hérna? Nú þarf ég að spyrja tæknimanninn í Reykjavík, heyrist í Sverri. Búið að hækka í honum? Heyrist til í honum? Ok, það heyrist til í þér. Þá þarf ég bara að afsaka þetta, en það Gaman að sjá þig, litli þybbni Svesskall. Ég er þybbin? Nei, ég segi svona. Svona sætur og Chubby og... Kúrulegur. Já, svona kúrulegur. Byrjum á þér Steindi, þið finnst gott að vera komin aftur leiðir illa í þessari stjórnum. Þetta var það óþægilegasta sem ég hef gert í rauninni. Þetta kannski hljómaði ekki það illa, en málið er að ég hitti þarna hættulega mann. Nú? Já. Þú ert reyndar ef að þú kallar eitthvað hættulega. Þú ert náttúrulega hrættur. Nei, ég er ekki... Þú skeist í því í flugvélinu, sko. Þú hrættu við logandi kert? Já, ég meina þetta menn sem ég hrættu við 1 og 2 kóngulegar, þá því það ekki, sko. Þetta var slæmt, sko. Þetta var í alveg talað slæmt. Þetta var það var maður þarna með gifs, blóðugt gifs. Já. Og hann var farin að svona kvæsa mig. Ég vona hann mæti á giggið þitt í kvöld, hann var að tapa peningum og var svona skiptaseðlum, hann var ekki sáttur, sko. Þetta kannski ekkit endilega staðurinn sem var á að vera fíblast inn á. Nei, ekki því þú gerði þitt guð eftir áhlustan. Herðu, já, hann var ekki sáttur að gera þitt guð þegar hann var búinn að segja að halda kæft. Nei, þetta bara gamalt lag og svona. Já, hann hefur viljað eitthvað nýtt frá þér. Hann hefur viljað eitthvað nýra. Enda ný sería að koma. En Chubby Little Swess Retard Baby, hvað segirðu? Þetta er ég góður. Með það ekki? Þú ert alltaf brattur.
Mættu til Akureyrar til að taka föstudagsslagið með okkur. Já, og nú ætla bara að keyra yfir í eitt Akureyrsslag. Ég ætla að brjóða þetta svolítið svona fara út á varanum. Ok. Og með eitt gamalt Akureyrsslag. Já, en er ekki líka svolítið gaman fyrir svona ástjúkamann eins og Svessa Bergmann að koma til Akureyrar? Hvað hefur oft orðið ástfanginn á Akureyri ef við spyrðið? Ég er bara manni getur aðdátt í ástinni á Akureyri. Jú, eitt sleikur á Sjallanum, hvað er það? Einhvern tímann? Já, ég man ekki eftir sleik á Sjallanum, sko. Hefur aldrei minn ástjúki vinur orðið... Hættu þessu, í alvörunni? Af hverju alltaf í þetta? Hefur aldrei orðið ástfanginn á Akureyri? Nei. Aldrei? Nei. Það er skrítið. Nú, af hverju er það skrítið? Af því að ég komið á Akureyri, eða? Já, Nei, líklegast að því við höldum að setja ljúga. Já, þetta er, en byrju þannig að þú ert bara með Stykkishólm, Selfoss, Þegið í alvörunni. Ólafsfjörð. Nei, ok, ég hætti að segja. Herru, hvað hérna, þú ætlar að taka lag sem að tengist bænum, Akureyri. Já, þetta heitir Ég er komin heim. Já. Þetta heitir Óður Valdimarsson sem að sambeta og mikill Akureyringur. Ég er komin heim, það á svolítið við, því að nú er ég komin norður og þá finnst mér ég svolítið komin heim, sko. Já, þú ert líka á bar, þannig að við erum svo heima hér. Þetta kemur úr hörðustu átt sem að þú er sennilega blautasti maður sem ég þekki Steindi og það er sko ekki lítið þegar það kemur úr mínum munni en ég kalla það blautan. Nei, það er líkt að senda mann á gullhamramaður. Hörðu, til Petra á Akureyri, að sitja bara með eitt kaldan og kaffa Akureyri og gullnaman bara í bakgarðinum. En er eitthvað meira sem þú ert að segja okkur um þetta lag? Nei, þetta er bara mjög basic, sko. Þetta er bara rólegt, fallegt lag tengt Akureyri. Við erum mættur Akureyri. Svaðalegt kvöld framöndan. Nú með bara halda sig aftur, fá sér bjór. Sverrir er fyllandi fínn og við ætlum að hjóla í Ég er komin heim. Og ég segi bara take it away, guys. Og ertu velkominn, Sverrir. Þvílíkt stuðlag líka á föstudegi. Þetta er svona stuðlag sem dettur inn svona eftir 4 kannski nóttina á föstudegi. Já, þetta er eftirpartí. Þetta er, þannig að það eru örugglega margir Akureyringar núna á rúndunni sem hugsa með sér, já, ég er komin heim. Þetta hefur sennilega sendt margir ríkið. Sendt margir ríkið? Já, það ekki. Ég hef margir minningu en þetta lag, ótrúlega góð stund með góðu vini, sönglandi þetta lag. Hvenær líður ykkur samt mest eins og séu konið heimstrákar? Hvar, þú veist, Steindi, hvar er það bara þú að keyra inn í Mosó eða? Eiginlega, já. Eiginlega, það er svona, ég er rosalega heimakær, sko. Ég vil hafa þetta svolítið svona allir þekki allir í búð. Ég myndi vilja hafa þetta lag í iPodin mínu þegar ég er að keyra inn í Las Vegas. Ég líður vel það. Nei, þetta er svona meira söðakrokku kannski. Þegar maður dettur inn á krokki, það er alltaf eitthvað svo skjóta ykkur á mig núna. Bara þegar ég er að drekka landa í sjó líður mig vel. Nei, alls ekki. Það er ekki, hvað er þetta að segja svo eitt blautur? Nei, hvað er að þér? En þetta var föstudagslægi að þessu sinni og virkilega flott, Svessi, mega Akureyringar eiga von á því að þú takkir lægi hérna í kvöld á Kaffi Akureyri. Það kemur ekkert óvart, sko. Nei, og þú myndir kannski hendi 2-3 lög með Matta pappa. Já, ég og Matti getum gert rosalega hluti saman, sko. Váka, ég ætla að láta Matta að kalla hérna eftir djöfisist titlingur. Það er uppáhaldslína með Matta, það er bara þannig. Herðu, hér framundan hjá okkur strákunum, þeir eru að koma hérna nokkrir káringar sem eru í fótboltaferðalagi og þeir eru alltaf að láta gera eitthvað við busana eða nýlegan í liðinu. Svo erum við að fara í sannleikan eða kontor. Þá kemur Bent með okkur. Eigum við að fara í það næst? Sannleikan eða kontor? Ég til það. Já, annarkvort það eða legar á hodni. Já, ég til það líka. Ok, við ætlum að velja hérna meðan við hlustum á Magna. Herru, svo þurfum við að koma Magni núna með Hugaró. Ég er komin heim. Svo þurfum aðeins að fara að tjúna upp einhverja svona danstónlist. Klukkan er að vera 5 og það er allir í gíð. Það er föstudagur. Hvað er að frétta Magna? Getur hann gert eitthvað partí eða? Magni geti hendur partí einsmannstjaldi. Það er bara þannig. Skulum fá Hugaró og komum svo aftur hérna með sannleikan eða kontor. Hugsum þig Og hugsum þig, segir Magni eða Magnificent eins og við köllum hann Ötti og Steindi með ykkur til 6 í dag. Það styttist í að Matti, Matt og Bent mæti inn í spjall til okkar og við ætlum að fara með þeim í sannleikan eða kontor. Já, ég er mjög spenntur fyrir því. Ég líka. Ég er bæði svona spenntur og stressaður. Það er mjög gaman þegar, þú veist, ert þú típan sem hendir í sannleikan og opna þig fyrir framan fólk eða ertu típan sem lætur snú upp á gerðum og eitthvað? Eiginlega bara bæði. Já, þú er til í allt. Já. En svo söngst með Frikka Dór hérna árið. Já, ég vil alltaf að hamra á því að ég sé honum popstjarna. Það er menn tengjótt svona. En herru, það er eins og að komið að lið sem að, ég er ekkert stressaður en ég hlakka mér að til. Þetta er nýr dagskrárliður í FM 95 Blöð sem við Steindi ætlum að byrja með hérna og hann heitir Legahotnið. Og það virkar þannig að nú ætlum við Steindi að tala saman í 2,5 mínútu og við munum ljúga öllu sem við segjum. Þannig að, þetta er ekki flókið. Og ég er að setja klukkuna hérna af stað. Eigum við ekki bara að tæma hugan? Jú, bara tæma hugan og byrja að tala saman og við megum ekki segja neitt sem er satt. Ætlar þú að byrja það? Kæru hlustundur, allt sem við segjum hér er lygi.
Þannig að, þið tilbúin? Ertu tilbúin? Ég klár. 2 mínútur ég setja hérna stað. Liga hornið, byrjum að ljúga. 1, 2 og Steindur, þú byrjar. Varst í klippingu, veit þið? Það er fallegt hár, svona þykkt og gott. Það er helviti góður hér. Nei, ég nú ekki á leiðinni í klippingu, en mikið ofboðslega lítið þú vel út. Já, takk. Virkilega gaman að sjá þig svona grannan og sætan. Já, takk fyrir það sömuleiðis. Enda væri að klára viðskiptafræði. Já, er að spája að flytja þetta norður. Já, gaman að segja fyrir því. Ég verð á Ísafirði alla helgina og verð ekki mættur í bæinn fyrir á þriðjudaginn. Það getur verið svolítið skemmtilegt. Fyndið, ég er á Hvolsvelli. Ertu núna? Já. Já, það er mjög gaman að því. Ég kláraði Fjölbraut, var ég búinn að segja það? Nei, til hamingju með það. 9,4 í meðalengun. Ertu ekki að grínast? Nei. Sama hérna megin, útskrifastu Borgarholtsskóla 2003. Já, var ég búinn að segja að ég byrja að ræfa frjálsar. Er það? Já. Og hvað þá aðalega? Ég er að taka kúluna. Já. Virkilega gaman að því. Ég er að grennast. Það er akkurat málið. Ég sé það. Ég sé að þú ert að grennast. Já. Heyrðu, hérna... heldur ég ekki bara að vera að fá afmælisgjöfan? Ég á afmæli í dag. Til hamingju með afmælið. Ég vissi að þú ættir afmæli í dag. Takk fyrir það. Vissirðu að Sverrir Bergmann hefur aldrei orðið ástfanginn? Er það málið? Og hann er ekki ástfanginn núna. Ég skil það mjög vel. Það er... Nei, hann er mjög fríður drengur og að sjálfsögðu möguleika í alla konur á landinu. Akkurat. Ég hef tekið eftir því að þú ert hættur að drekka. Eða drekkur lítið þessa dagana, eða svona síðustu mánuði. Já, ég gaman að setja minnast á það því að ég sá þig ekki setja pening í spilakassaðan. Þú verður að ljúga. Já, ég veit að ég er að ljúga. Ég veit að ég er alveg spilafíkil, en ég var samt ekki kassaðan. Þú verður að ljúga öllu sem við. Já, auðvitað. Heyrðu, annars er ég í fangelsi og ég fekk bara dagsleyfi, þannig að ég þarf að rjúka. Já, ég þarf líka að fara að kveðja því að ég er of seinn, kona mín er að eiga. Til hamingju með það. Takk æðislega, ég ætla að drífa mig bara niður á Landspítala og hitta hana eins og svona sjá barnið áður en að ég hitti þig ekki á bar. Já, þeir eru búin að vera lengi saman. Það er komið þetta, það var mikið. Herðu, þarna lugum við okkur öðrum í 2,5 mínútu. Þetta var miklu erfður en hér. Já, þetta var samt ógeðslega gaman með. Já, þetta geti bara orðið fast í dagskáliður hérna í FM 95 Blö. Þú horfðir líka svo, þú starðir í augun á mér. Já, það er munurinn að vera hérna í beinni á Akureyri, inn á Kaffi Akureyri, er að við sitjum svo nálægt hverjum öðrum. Í FM stúdíónu, þá er svona personal. Mér fannst þess að þetta væri eitthvað svona störukeppni sem var dætt að þinn. Já, þetta var mjög stutt frá því við myndum fara að segja hluti sem átti ekkert heim í útvarpi. Svona þegar þú byrjar að tala klippingunum hérna og ég tala hvað það er grannur og svona, þá bara svona, að láfið maður myndi bara að segja já, nei, ég ætla ekki að slúta. En menn eru feitir og skölláttir á Akureyri, það er pósttangi hér er 600. Já, við verðum feitir, skölláttir og ógeðslegir á Akureyri allan dag, í allt kvöld, allir að kíkja á Kaffi Akureyri í kvöld og tökum eitt gott FM-partí. Við ætlum að fara núna í örstuð skilaboð, svo er það Matti Matt og Bent, við erum að fara í dagskáliði sem heitir Sannleikan eða kontor. iPad, aldrei á hvolfi, aldrei öfugur og aldrei ruglandi. Epli.is, Laugavegi 182 og Smáralind. Á Wilsons færðu 16 tómum pizzu með 3 áleggjum og ostastangir fyrir aðeins 1990 krónur. Wilsons pizza, sími 581 1515. Þægileg þjónusta. Húsþjónusta BJB, bjb.is. Rýtaðu þig. Einstök tækifæri eru einstök. Send okkur SMS í 1917 eða farðu á hraðpenningar.is og kláraðu dæmið. Rýtaðu þig. Núna. Hraðpenningar.is. Fullfermi af fermingarbúnaði. Spjaldtölvur, fartölvur, myndavélar og fleiri eigulegar fermingargjafir sem endast. Netverslun.is og Nýherji. CCP í samstarfi við Polar Beer, Kynna, Gus og Ham. Í Hörpu, laugardagskvöldið 24. mars. Miðasala í Hörpu og á miði.is. Komdu á happy hour á Hamborgarafabrikunni í kvöld. Vertu glaður með vinum þínum. Svo skullum við frítt í bæinn. Hamborgarafabrikan. Ævintýrið heldur áfram. Þú færð gómsætt Freyju páskaegg í næstu verslun. Kíktu til okkar í Chicago á Grill 66. Chicago er 2-faldur bacon ostborgari með jöklasalati og frönskum kartöflum. En ekki fáðu Chicago nema sér svangur. Eða svöng. En þá þarf það að vera mjög svöng. Þú finnur Grill 66 á völdum ólístöðum. Grill 66 er betra grill við veginn.
stórleikur í ensku úrvalsdeildinni á morgun. Baráttan höfuðborgina. Tottenham, Chelsea. Smelltu þér á áskrift á stöð2.is. Sport 2. Enski boltinn. Túborg kynnir. Hinn unga en afar efnilega hljómsveit Juliet's November leikur fyrir dansi í kvöld. Húsið opnar klukkan 9 og það frítt inn. Sá græni mætir á svæðið á veskisvænu verði. Bara 11 og Túborg. Hlusta hérna á FM 95 Blö á FM 957 við erum staddir á Akureyri, Auði og Steindi Junior með ykkur hérna til 6 í dag í Miklufjöri, búnir að ljúga hvorum öðrum núna í 2 mínútur og ég gæti verið hérna til minnutis. Já, það mikil stemming hérna og það mikil fílingur hérna í gangi að ég myndi treysta mér að vera í beinni til minnutis. Manstu þegar Rúnar Róberts ætlaði að setja heimsmeti að vera í útvarpi, ætlaði að vera í 3 sólarhringa og sofna eftir 11. Það var það besta hérna bara eftir 11 tíma. Það var eitthvað þannig. En herru, þeir eru mættir hérna til okkar káringarnir og það víst einhver busavísla hérna eftir, einhverju 2 nýju menn sem í liðinu sem aðeins að fara að fá að finna fyrir. Kom betur inn á það hér eftir örskamma stund. Svo þið líka á leiðinu til okkar Matti Matt og Bent og við ætlum í sannleikana kontor. Og ég var að spyrja það hvort að þú væri svona kontor eða maður sem myndi taka sannleikan. Einhverja reglur hvað má og hvað má ekki leiknum eftir? Nei, svo sem má fara út í allt, treystur þér til að segja hlustendum allt þig? Já, eiginlega. Þú ert svo opinn, Steindi? Já, ég kem svolítið til dyrun eins og ég klæddur. Já, og það einmitt það sem fólk fíla við þig. Já. Það ekki? Jú, og líka bara því lítill á þippinn. Já, lítill á þippinn og sættur. Hattar enginn á þann. Herru, ég var samt að lesa hérna smá frétt, fyrsta fréttin sem við lesum í dag í þessum þætti, en það samkvæmt nýjum rannsóknum í Bandaríkjunum að þá, ef þú setur meira en 3 Facebook-statusa á einum degi, að þá það orðið vottur af athyglisríki. Þeir vilja meina 3, þá ertu byrjað að pushing it. Mér fannst það svolítið steikt, hefur þú einhvern tíma sett inn 3 statusa sama daginn inn á Facebook? Nei. Ég ekki það mikill Facebook-kall, ég kannski bara svona hendinn status bara eins og viku eða eitthvað. Já, það meira þannig. Maður reynda að sé sko, það náttúrulega til lið eins og... En ég held samt aftur á móti að við báður séum athyglisjúkir. Já, ég hef alltaf viðurkennt það. Og já, bara það 100%. En ég einhvern veginn sko, það samt til fólk sem að hendinn statusum reglulega. Og það hefur ekki tekið eftir, ef fólk að setja mikið, ef fólk að posta mikið inn á Facebook, hvort maður myndir að statusar hana. Myndir að kvöldmatnum og allt þetta. Þá hættur að taka marka þeim. Ég finnst það pínu þannig. Þá er svona hættur að spá í hvað þau eru að gera. Já. Hefur þú eitt Facebook-vinum? Já, einum. Og var það út af þessu eða? Nei, það var svona meira svona, nei, við þurfum ekkert að fara hérna út í það, þú hefur eitt einhverju sjálfur með það. Já, ég hef eitt svona, ég hef verið að eyða kannski svona einhverjum pizzastöðum og svona hárgreiðslustofum og svoleiðis. Já, sem að baka þig. Já, en ég fer, einmitt, ég gert það. En herðu, við erum að spá í að, hérna eru káringarnir allir mættir og það eru nokkrir gullfallegir menn hérna og svo eru nokkrir ljótir inn á milli, það nú bara eins og það með öll fótboltalið. Já, við sem ekki allir sætið, það Hannes Markur ákvað að koma með þeim. En þeir eru búin að velja hérna fyrir okkur 2 fórnarlömb, við ætlum að fara í það sem að kallast jaywalking með þeim, fáum Young, Wild and Free hérna með Snoop Dogg og svo fáum við þess að 2 meistara hérna í sæti. Kann að meta það. Ég fíla það. Á FM 957 við erum staddir hérna í beinni útsendingu á Akureyri og það vill svo skemmtilega til að strákarnir í KR, Íslands og byggameistarar eru staddir hérna með okkur inn á Kaffi Akureyri. Það standa svona 40 manns yfir okkur. Já, og gætu flesti barið okkur, held ég. Svona, reyndar ekki allir kannski. Nei, þetta eru auðmikjar. Það eru ræflar hérna inn á milli, en það eru mætti til okkar hérna 2 menn sem eru svona busar. Hvað, þú heitir Atli Sigurjóns, ekki? Já, þú var að tala hérna í mikrofónin. Hefur þú séð þannig eða? Sér. Ég er að tökja. Hefur þú séð? Mikrofónin? Sér mikrofónin eða tala fyrir. Hæ. Sætlega. Það er að líða yfir hann. Já, hann var svona, situr þetta með hanglaði hálsinn og svo hins vegar Bjössi Jóns, það ert þú eða ekki? Já, það er sama regla, þú ert að tala í mikrofónin. Já, hæ. Hanna eru þið mættir. Herðu, það sem við ætlum að gera við þessa stráka er að þeir eiga að fara í svona smá spurningakefni. Og annar ykkar þarf núna að fara fram. Þetta eru allt spurningar, þetta eru hraðaspurningar, en þeir verða að svara rétt. Þetta er í fyrsta sinn sem við tökum þann pólinn í hæðina. Þannig að hvor ykkar vill byrja, strákar? Bara Atli byrjar þig ekki? Já. Herru, þá þarf þú að fara aðeins fram, Bjössi. Þannig að þú mátt ekki heyra spurningarnar. Og það er fínt verið að fara hérna og þarna út bara. Já, bara aðeins út á meðan. Herru, þetta er sem sagt Atli Sigurjóns sem er að spila núna með Íslandsmeisturinn KR og hann er að fara hérna í spurningar sem er búið að semja. Og við ætlum að sjá hvor þeirra fær fleiri stig og sjá hversu brattir þessi strákar eru. Ert þú tilbúinn, Atli? Já. Já, þú ert að koma hérna að mikrofónum og tala vel í hann. Þá byrjum við 1, 2 og byrja. Hver var forseti undan Ólafi Ragnari? Vigdís Finnboga. Hverjum er verið að rétta yfir í landsdómi?
Geir Haarde. Af hverju eru páskarnir? Af því Jesús reis upp. Já. Já, hvað er 6 sinnum 7? 42. Við hvað starfa Davíð Oddsson? Hann er í bankanum. Hann er bara í bankanum? Já, hann er bara alltaf, deila kaffi bara. Hvað er hæsta fjall Íslands? Hekla. Hefur Íslendingur unnið Nóbelsverðlaun? Já. Hver? Halldór Laxness. Vel gert. Hvaða forseti Bandaríkjanna setti smá sæði á kjólinu á Móniku Lewinsky? Clinton. Hvaða hljómsveit gaf frá sér lögin Hey Jude, Let It Be og Yesterday? Beatlanir. Hverjum var Yoko Ono gift? John Lennon. Æja, ok, við erum að gefa hennu gott hlaðið hérna. Herðu, Hannes, þú ert stigavörður, þannig að þið þurfa að telja hvor þeirra hefur sigurinn. Nú má kalla á Bjössa Jóns. Þetta eru sömu spurningar. Já, hann fær sömu spurningar. Hvað er mætir hérna Bjössi? Við erum að... Það er bara eins og við séum hérna á nettri uppskýra hátíð KRs. Ef þú gefa Bjössa gott klapp, mikið óbóðslega... Þegar þú sér þennan mann labba hérna inn, þá hugsar ekki þessi fótboltaðan. Það meina svona eins og að vera að kýla fötu hérna bak við hús bara einhvern veginn. Það er einhverju úlpu og joggingbuxum og girðir sokkan onni í joggingbuxum. Þetta er skemmtilegt. Herru, ert þú tilbúinn? Hann stóð sér vel að Atli. Kottu í þennan hérna mikrofón, þá heyrist betur í þér. Herru, þá er það sömu spurningar fyrir Bjössa Jóns. Ertu ready? Já. Herru, já, koma hérna nær. Og 1, 2 og hver á forseta undan Ólafi Ragnari? Jóhanna. Já. Akkurat. Hverjum er verið að rétta yfir í landsdómi? Hverjum er verið að rétta yfir í landsdómi? Ég veit það ekki. Ekki? Já, ok. Ég veit það ekki. Af hverju eru páskarnir? Eitthvað í Jesú, eitthvað. Ég veit það ekki. Eitthvað út af Jesú. Varst að kýla fötu það? Ok. Nú veit ég á hverju þessi voru regnir í þessa keppni. Það er nokkuð ljóst. Hvað er 6 sinnum 7? 42. Þarna, það er starffræði í honum. Við hvað starfa Davíð Oddsson? Utanríkisráðherra. Hárrétt hjá þér. Hvað er hæsta fjall Íslands? Vatnajökull. Hefur Íslendingur unnið Nóbelsverðlaunin? Nei. Hvaða forseti Bandaríkjanna átti í ástarsambandi við Móniku Lewinsky? Ég veit það ekki. Ertu að meina þetta eða? Ég sér þetta, þú ert pínu stressaður, en þú mátt alveg hugsa aðeins. Ég veit ekki. Það sér ekki 3 ára grammi. Veistu ekki hvaða forseti átti í ástarsambandi við Móniku Lewinsky? Nei, ég veit ekki hver Gaurinn er. Gaurinn er? Mónika Lewinsky er kvenmaður. Ok, halda áfram í gegnum þetta. Hvaða hljómsveit gaf frá sér lögin Hey Jude, Let It Be og Yesterday? Beatlanir. Það er hárrétt hjá þér. Hverjum var Yoko Ono gift? John Lennon. Já, sá hittaði lokin maður. Já, Bjössi, það er eitthvað sem segir mér þú er ekkert verið að dúksa hérna í skólum. Við þurfum ekki eins og að fara yfir stíðin. Atli Sigurjóns er... Hann er Sigur, við þurfum ekki að fara yfir stíðin. Hann rúlaði þessu upp og Atli, þú mátt velja refsingu á Bjössa. Það verður endur ekki gert hérna í beinni en það eru reglurnar að Bjössi, þú ert að gera eitthvað sem Atli segir að gera í kvöld. Og vona ég svona að það verði eitthvað gróft og eitthvað sem við segjum kannski frá mánudaginn. Það er hins vegar komið að örstuttu skilabóðum, svo ætlum við Steindi Junior og Matti í sannleikann eða kontor, þannig að ekki fara langt. Smá skilabóðin. Herðu, þú stóðst þig vel hérna. Hlusta á Félagana, alla laugardaga milli 10 og 1 á FM 957. Heiðar Austmann er í boði KFC. Smeltu þér á kjúklingaborgara á KFC, aðeins 699 krónur. KFC, svo gott. Hefurðu smakkað tuttan á Hlölla? Bara góður. Hlöllabátar, ávallt ferskir. Það er ykkur hundur í þér? Já, maður, ég ætla að fara í bankan og taka smá lán og ég skildi bara ekki báfs. Akkur ferð ekki bara inn á smálán.is. Vandar ekki bara smá. Þú segir hvað þú vilt mikið og í hver langan tíma og sér strax hvað það kostar. Nú, það var aldrei sagt með það. Smálán.is. Ekkert stórmál. Sýndu dælulíkilinn og þú færð 15% afslátt hjá aðalskoðun. Atlandsolía. Ekki missa af samkomu ársins. Guskus, Ham, Hasar og fleiri. Á lokahófi Ív Fanfest CCP. Í Hörpu, laugardagskvöldið 24. mars í samstarfi við Pólar Bér. Miðasala í Hörpu og á miði.is. Frá
Bátur mánaðarins á Nonnabita skinkubátur. Nonnabiti, best fyrir svanga. Þeir sem vilja gleðja fermingarbörnin fá bækur og föt, raftæki, íþróttavörur og bókstaflega endalaust af öllu í Kringlunni. Gjafakortið okkar líka frábær gjöf. Frá 12 til 3, Stöð 2 og Akureyri, skemmtilegri saman. Gott endursöluverð. Toyota betri notaðir bílar. Fyrsti vinningu í geturunum komin yfir 120 milljónir. 1x2 við tippum. Happy Days á B5. Frábær tilboð á milli 4 og 10 alla daga vikunar. Happy Days á B5. 10 ára gamalt verð á eldsmiðjunni út mars. Taktu með eða borðað á staðnum sími 562 38 38. Eldsmiðjan. Láttu fermingargjöfina taka vaxtarkipp hjá okkur. Fermingabarnið fær 5.000 króna mótframlag þegar 30.000 krónur eða meira eru lagðar inn á framtíðarreikning í Arion banka. Arion banki. Dominos kynnir stórmyndana The Hunger Games. Happy Hunger Games, ladies first. Heimurinn fylgist agndofa með í stórkostleg spennumynd sem heltekur þig allt til enda. Did you say to your sister when you volunteered for her? The Hunger Games. Eitt stærsti kvikmyndaviðburður allra tíma. Komin í bíó. Glænýr gómsætur matseðill. Red Chili, Laugavegi 176, sími 562 6000. FM 95 Blö í boði. Nýtt hjá Kredía. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredía, láttu það eftir þér. Lakkerón og þú týnist í kynslóðum. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Russian Roulette hérna, Rihanna í FM 95 Blöð. Þetta lag sem hefur ekki verið spilað áður eins mikið við spilum nú af Rihannu. En við viljum þakka þeim Atla og Bjössa úr KR kjallaði fyrir komuna. Þetta var... Bjössi var nú alveg tómur, ég verði að viðkynna. Já, þetta var bara ekki hægt. Var hann svona stressaður strákurinn eða? Ég veit það ekki, hann virkaði náttúrulega, löppin á hann var alveg á milljón. Kannski var hann bara svona stressaður í útvarpið eitthvað. En hann var ekki með mikið á svörunum rétt þarna. Nei. Matt, vertu velkomin hérna í þáttinn. Takk. Gaman að sjá þig, Matti. Sömuleiðis. Það mikill gestagangur hérna hjá okkur á Kaffi Akureyri og hingað við mikrofónin líka sestur Bent, vertu velkomin. Já, sæll og blessaður Rauðum Blöndal, sagði. Hvernig hefur það? Ég bara nokkuð flottur. Það ekki? Alltaf flottir. Það eins og vampíra. Já, Matti, þú ert mikið á Akureyri, ekki? Einhvern veginn, alltaf þegar ég kem til Akureyrar, þá ert þú mættur. Já, og alltaf þegar ég fer til Akureyrar, þá ert þú mættur. Já, ok, þannig ertu hérna akkurat bara þegar ég hérna? Nei, ég náttúrulega bjó, sko, á Dalvík. Hvað að gera þetta? Þið félagarnir alltaf hér að sippa ykkur eða? Hvað komið ljós? Alls ekki. Jú, ég elska Akureyri og mikið af mínu fólk á Akureyri og ég hef komið oftar en 6 til Akureyrar. Já, en þú býrð ekki hérna? Nei. Nei, ok. Þú ert í bænum í dag, eða ekki? Ég er í bænum í dag. Já. Nennur að taka fyrir mig upp á línunum mína? Ertu viss? Já, please. En hvað á ég að segja? Þú ert alltaf með eitthvað svona breytingar á. Já, með tíðinu. Nei, það? Má það í útvarpi? Já. Ímyndaði núna, þú sérst að lappa. Ég á fjölskyldu, ég á börn, skilur. Ímyndaði bara, Matti, þú ert að lappa núna inn í vörklass. Já. Þú, rekst á auðvitað, hann í sturtu. Já. Og hvað gerist? Já, maður sér bara hárið og... Já. Djöfus er styrlagar! Fæ ekki leið á sig Matti Batt og Bent. Eru þið hins vegar klárir í sannleikan eða kontor? Já. Ok. Við vorum að ræða hérna með Steindi. Hvað megum við fara langt? Við erum að banna að særa með spurningum. Þannig að ef þið vitið eitthvað viðbjóðum mig, þá máttu ekki fara út í eitthvað svoleiðis. Ég lofa engu. En við þurfum líka að ganga út á því að það er ekkert allir sem þekkja reglutan og sannleikan á kontor. Nei, það er bara þannig. Reglutan er bara þannig. Ef ég spyr þig út í sannleikan á kontor, þú segir sannleikan, þá má ég spyrja það hverju sem er og þú lofar að segja satt. Ef þú segir kontor, þá má
má ég láta þig gera eitthvað. Já, og kontor því að þá segir Steindi kannski hefur skallað í borðinu og þá verð ég að gera. Er kontor mjög útvarsvænt? Ég spyr, já, það er allt útvarsvænt hérna. Og ímyndunarflugið, þú ætti ekki vannmeta það. Ímyndunarflugið. Herðu, þá ætlum ég að byrja bara, er það þá, við skiptumst bara svona á. Ég byrja á Steindi hendur eitthvað annan. Já, ok. Bátt klakkar í, ertu búin að hugsa þetta lengi? Nei, ég ætla að byrja á þér. Steindi, sannleikan eða kontor? Sannleikan. Finnst þér þú frægur? Ég veit þetta mikil skepna með. Ég er bara að spyrja þér. Ég ætla að svara, ég ætla að vera alveg hreinskilinn. Nei, ég er þekktur. Er hægt að vera frægur? Ég er bara að spyrja þér, þetta er bara leikur hérna. Þetta er leilt, ég er frægur maður, fuck it. Matti, sannleikan eða kontor? Sannleikan. Hefurðu einhvern tímann, ég er alveg tómur sko, ég er bara að telja þetta. Herru, sannleikan að kóða, þú sagði sannleikan. Ok, hefurðu einhvern tímann lamið einhvern? Ég landi einu sinni í Auta Blöndal, en hann mann það ekkert, hann var svo drukkinn. Hvað er það? Nei, ég landi hann ekkert, ég tók á hann prik og tók nutta skallan í Vestmannaeyjum á þjóðhátíð. Tókstu af hann prik? Hann var með prik, hann var svo pirrandi með prik. Hann var að lemja fólk með prikinu og svona. Nei, rollegur. Hann sagði þess að, þetta er bara, það er allt opið. Ok. Sko, ég hef einu sinni kýlt mann. Ok. Og það var út af því að hann var að níðast á minni máttar. Og kýltir honum tönn. Og hann átti það skilið. Já, ok. Og ég sé ekkert eftir því. En ég legg það ekki vana minn kíló menn. Ég veit heldur þessi vant að fá kjartsök frá þeim. Já, ég var ekki til í eitt nefa frá Matta Mat. Það er ekki sér. Kvöldið er ungt. Herru, þá er Matta að spila band. Án að spyrja mig? Má ekki spyrja mig? Já, máttu spyrja hvað sem er. Já, ok. Band, sannleikan eða kontor? Sannleikan. Ertu besti rappar á Íslandi? Akkurat núna er ég svo lítið að spytta það sko, en já, náttúrulega ég sé samt ekki bestur. Já, ég fíla þetta svo. Akkurat núna er ég svo lítið að spytta, þú fíla þetta. Að segja þetta þýðir já. Já, það er margir sko, Gísli Pálmi er náttúrulega ferskastur akkurat núna og svo náttúrulega erum rosalega svona færa rappara eins og, Dordina, Blas Rocka og Birki B og Klass B og það er ekkert að fara á trún og svara það bara spurning en svona ef við setjum saman hvað menn hafa gert af lögum og hæfileika og tækni og sjarma þá held ég að ég sé samt bestur sko. Já, bent á að spyrja. Já. Steindi Junior. Já. Sannleikan eða kontor? Ég veit að vera nýjasta kallið með það. Sannleikan. Hefur þú einhvern tímann skallað Dervörð? Já. Menn er að opna sig hérna í sannleikan eða kontor, þetta getur orðið fyrst og síðasta. Ok. Jöfnveld, ræðilegt. Auðun Blöndal, sannleikan eða kontor? Sannleikan. Ég held það tómur. Já, skemmtilegt að vera með í þessu leik. Já, hefur þú farið í sleik við Gothara? Við Gothara? Því svona, þú veist, 14 var alltaf svona sleikur, svona, ég er að halda reglunum uppi. Já, nei, ég hef ekki farið í sleik við Gothara. Aldrei? Hún er kannski segjum á sér náföl og í leðjakka? Nei, aldrei. Hvað ert það að reyna Nei, ég fíla það. Í einhverju eða? Nei, enga veginn. Nei. Það er aldrei, þú heldur alltaf að segja eitthvað hidden agenda á baku það. Nei, ég er bara að spyrja. Já, þú bara sagði nei. Herru, þá á ég að spyrja og ég ætla að taka á matta. Við förum að ljúka þessu leik sannleikan eða kontor. Ég veit aldrei, ég veit ekki þetta klukkutíma. Já, við getum tekið þetta bara í kvöldið á Kaffi Akureyri, bara með open mic. Hlustendur eru að elska þetta. Matti, sannleikan eða kontor? Kontor með sannleikan. Vertu ekki feiminn. Viltu sannleikan? Já, kontor með það. Ok. Ég var vondur við þig þaðan. Já, ég ætla að henda á þig smá sannleika. Hvenær fékkstu það síðast? Hvað er klukkan? Bara að segja satt. Já, ég skal segja satt. Það er nú líklega að verða 1,5 sólarhringur síðan. 1,5 sólarhringur síðan. Já, vel gert. Þetta er skemmtilegar upplýsingar hérna. Það var vel gert. Já. Leyfðu Matt að spyrja, hann geti hent sín. Já, ok. Steindi. Nei. Þú mátt ekki stoppa menn. Já, ok. Sannleikan eða kontor? Ég vil segja kontor. Kontor? Já. Hvað let maður að gera í kontor? Standa einn í löp? Nei, það er nippeltvistirinn á. Af hverju þú að hjálpa honum? Af því við erum saman í leiknum. Þú veist að þú ert svo heppin að ég er að spyrja þig út af því að ég er ekki nippeltvistir gaurinn, sko. Þú getur látið mig gera það við hann. Völdi, hvað, vilt þú ekki bara, hefur ekki að lækka í magnu þínum aðeins? Steindi, þú sagði kontor, taktu nippeltvistið á þetta. Upp með bólinn? Nei, bara í gegnum bólinn. Nei, hvað reglur eru það? Upp með bólinn.
Hættu þessu. Þú veist það. Hvað meinar þú? Þetta er bara rólur. Já, þetta er bara eitthvað stuð. Þetta er bara nippeltvist? Já. Hvað er með þetta? Já. Hvað er með gervertuna? Bittu rólur. Herðu, þú bara... Akkur er þetta æsast svona Steindi? Já, það er bara svo, þú bara komið bómullakjaft, það var spenning. Herðu, ok. Góðum með það. Ok. Og þá er leiknum lókinn. Já, herðu, við ætlum að hætta í sannleikanum með Kontor með þessu nipple twisti. Þarna voru menn aðeins að opna sig. Við ætlum að fá stjörnurhöfn með 9-5 á Akureyri, Kaffi Akureyri. Við erum hérna í beinni útsendingu strákarnir og það er komið að dagskrálið sem heitir Honk If You're Horny. Þetta er eitthvað sem við leikjum okkur mikið með í bænum. En við ætlum svona að tjekka núna hvernig stemmingin er á Akureyri. Það er fullt af fólki hérna á rúndunum og við ætlum svona, þetta gengur út á það. Ef þið sjáu Steinda Junior einhvers staðar þá eigi að flauta. Ég ætla nú að opna þetta verið sleðan. Steindi, heyrur í mér? Það er strax byrjað að flauta hérna. Djöfull er þetta gott. Ok, þannig að... Ég er stattur á Akureyri, póstbankið er 600, ég er út á meiri götu á gastamótunum hjá Glerárgötu. Hjá Glerárgötu, ok. Og Strandagötu. Ok, og hvernig er umferðin? Er mikið af bílum? Já, það er eitthvað af bílum og ég og þá er það bara að flauta og horni. Ég stend bara hérna alveg. Nei, ég finnist menn. Þetta gengur út á Honk If You're Horny. Já, þannig að ef þið sjáuð Steinda Junior á einhvers staðar á röltunum að þá eigið það að flauta. Ég sé þið samt ekki þetta út gluggan. Hvar ertu? Ég er hérna komin á gattamótin. Já, þannig er einn að hlusta maður. Það er Basti Volvo-jætti. Já, hvaða gattamótum ertu á? Nei, hérna fæ ég sveit. Ég er á gattamótunum hérna á Glerárgötu og Strandagötu. Ok, og hvernig er veðrið? Það er að flauta alveg á fullu, heyrðu þetta? Já, þetta er að heyrast þarna. Ég heyri þér, hvernig er blíðan? Heyrðu, það er nælon blíða hérna á... Já, þarna! Jöfnlega. Já, ég fíla góð spenntu í Honk If You're Horny. Það er hérna að heyra þetta. Veistu að það er nælon blíða. Já, ég heyri fullt af flautum. Já, það eru allir að hlusta á FM 95. Ég heyri þetta hérna inn á Kaffi Akureyri. Djöfull er ég ánægð með Akureyringa. Já. Þarna, ég heyri þetta hérna í gegn. Svona átt að vera. Mér líður svo rófstjöldu. Djöfull er þetta gott. Herru, hérna, já, það eru allir að hlusta á Akureyri. Það er bara þannig. Enda er þetta svo mikill toppær. Það er bara þannig. Akureyringar eru alveg með þetta. Ég hef alltaf sagt það. Ég hef alltaf sagt það. Og Akureyring, hefur ég getið Akureyring? Hef ég getið Akureyring? Já, hamborgari með bröllum á milli. Já, hérna áreins gott, já. Ég hef smakað það og það er virkilega gott. Nei, 0. Þannig að, herðu, Akureyringar eru að flauta, allir í feeling og allir til í kvöldið. Þú ert basically að segja það. Já, við erum að heyra þetta, ég er að fíla þetta. Hvað, fórst á hold? Halló? Steindi. Fórst á hold? Hæ, þetta er Sara. Steindi, ertu að tala við eitthvað annan á línunni? Herðu, það hefur eitthvað ringt inn á línuna. Hvað ertu full? Hver er á línunni? Steindi Junior er í Honk If You're Horny og tók annað símtal inn á línuna. Því líkur fagmaður. Ég var rætt að þakka, hver er á línunni þarna? Páskalló. Ég held að þetta væri bara Pétur Jóhann sem getur klúðrað einhverjum dagskránið svona. Það er allir að hlusta. Heyrðu þetta? Já, reynda að bjarga þér raskatunum með að tala að fólk sé að hlusta. Þú opnaði fyrir línuna á einhverja, hvað var þetta, Sara? Já, hvað, loft ekki svona, akkur má ekki aðeins bara hleypa fleirum í lofti. Það sjálfsög. Nei, ég er ánægði með þig. Herðu, kott upp í hús, klukkan fyrir að slá í 6. Við fyrir að kveðja þetta repráðum, við ætlum að fá hins vegar örstuð skilabóð. Við þökkum Akureyringum kellaði fyrir að flauta og já, ég væri til í eitt flautukonsert núna. Nei, ég sé. Mjög ánægði með þetta. Herru, förum í örstuð skilabóð og við komum að vörmuspori. 1909.is 1909. Nú eru hlöllabátastæðinir orðnir 10. Ávallt ferskir. Það er ótrúlega gaman að fela páskaeggin frá Góu og enn skemmtilegra að finna þau. Verði þér að Góu og myndu eftir hraun-egginu. B5, við seljum gull. B5 Bankastræti. 10
10 ára gamalt verð á eldsmiðinni út mars. Taktu með eða borðað á staðnum sími 562 38 38. Eldsmiðjan. Dominos kynnir stórmyndana The Hunger Games. Happy Hunger Games, ladies first. Heimurinn fylgist agndofa með. Stórkostleg spennumynd sem heltekur þig allt til enda. Did you say to your sister when you volunteered for her? The Hunger Games. Eitt stærsti kvikmyndaviðburður allra tíma. Komin í bíó. Gerðu garðinn kláran, hekkklippur, greinaklippur, greinakurlarar, keðjusægir, bíkó, búðu betur, borgaðu minna. Tvöfaldaðu ánægina með Duo Bucket á KFC. Duo kjúklingabittar, Duo Singer Strips, Duo Plus, Duo Hot Wings, Duo skammtara frönskum, Duo heitasósur, Duo Plus, Duo Hot sósur, en bara Uno Barbecue Dip sósa. Því við komum ekki meira í fötuna. Allt þetta á aðeins 1990 krónur. Nýjasti KFC í Sundagörðum. KFC, svo gott. FM 95 Blö í boði. Nýtt hjá Kredía. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredía, láttu það eftir þér. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Við erum kannski ekki ungir eins og sungeru í þessu lagi með Fun, en við erum í miklu stuði. Öndi Blöð og Steindi Junior búin að vera með ykkur frá 4 í dag. Og já, klukkan á 6, Svessi Bergmann hann hérna hjá okkur, Bent. Er ekki búin stemming? Jú, sumir okkar eru ungir. Hvenær er maður orðin old piece of shit? Eftir 25 ára fast. Við vorum að tala að vera 50, ég var matið hann. Ég held þessi hugarástand. Já, auðvitað er þetta hugarástand. Mér líður ekkert eins og þessi gamall, sko. Þú veist, 31, ég er ekkert á dánabeðinu. Það finnst engum þú gamall, sko. Þetta er bara þú að vera skrítinn. Já, ég veit það. En allavega það búið að vera gríðarleg stemming hérna hjá okkur í dag og ég vil þakka öllum Akureyringum kærlega fyrir mig. Búið að vera mikil stemming að vera hérna með ykkur og þetta er höfuðborg Norðurlands. Það er bara þannig. Þó að Sauðárkrókur sé svona minn heimabær, þá verður það að gefa Akureyri það. Þetta er yndislegur bær og gaman að vera hérna. Já, þetta var mjög skemmtileg þáttur. Við fórum í sannleikann á kontor. Þú sendið mér í gullnámuna. Já, ég sendi þið smá stjórnun á hann. Þú fórst í Honkefjörð Horni. Við fórum og lögum að hverjum öðrum. Mér varst það að vera skemmtilegast. Ligakeppnin. Já, og það er gaman að því. Já, og svo er það top 10, mösta hér á AK. Já, það er náttúrulega... Við með þess að gleymdum, það var eitt sem benti mér að það, við gleymdum, sko, það sem verður að gera þegar þú kemur til Akureyrar, það er að fara í Nonnahús og Brynjuís. Já, og jólahúsið. Ég held að þú toppir allt ef þú ferð með Brynjuvís inn í Nonnahús. Þá ertu með veislu, maður. Já, og svo skokkar upp tröppurnar. Já, en við hvetjum alla til þess að kíkja á Kaffi Akureyri í kvöld. Hér verður FM Party, Steindi Junior, Matti Matt, Bent og svo er Heiðar Austmann DJ, Svessi Bergmann ætlar að taka lagið. Ég ætla að gera öllum greiða og syngja ekki. Og já, ef að... Arms Wide Open. Taka with Arms Wide Open. Það verður geðvikt. Ertu karaoke-kall? Já, nei, ekki karaoke-kall, en ef ég fer í karaoke og tekið þetta lag. Bent elskar karaoke. Elska. Það er gaman í karaoke. Já. Það er bara þannig. Það er gaman að vinni að syngja eitthvað. Það verður maður líka vel eitthvað erfitt lag og vinna svo halvviti. Já, það er ömulegt að fara í karaoke og reyna að vera töff. Já. Það er ekkert verra. Setjast bara með stólinn snúanum við og ætla að reyna að vera eitthvað cool, sko. Það er bara ekki karaoke að mínum mati. Þú áttu bara að finna lag sem er erfitt. En næsta lag og kveðjulagið okkar, ef þetta kemur ykkur ekki í gírinn. Ég veit líka að það er verið að opna Þýskabarinn í Reykjavík. Ég hvet alla til að kíkja á það, þið sem eru í borginni. En þið sem eru á Akureyri, við erum að fara að hlusta á þetta hérna saman í kvöld. Það er bara þannig. Kaffi Akureyri, jam í kvöld. Hinn. Hei, er þetta eftir að jamma?